Við byrjuðum á þessum vegi hérna 74. Svo kom upp sá orðrómur og sem að var nú talað náttúrulega að það væri mikið af álfum hérna í þessum klettum og hér víða í nesinu. Og móðir mín kemur sumarið 78 í Kýrholti. Hún kemur morgunin eftir, hún komin hérna og segir að það hafi komið til sín maður úr Hegranesinu og sagst vera sýslumaðurinn í Hegranesinu og það eigi að stoppa þessa vegagerð í Hegranesinu. Nema ég spyr þarna að því hver yrði afleiðingarnar ef að þessi vegagerð héldi áfram og hann segir þessi maður að afleiðingarnar verði í samræmi með verknaðinn. Þá kemur vera út úr klettinum, þrífur til mín og þrýsti mig niður og leggst honum mig og ég fekk þau skilaboð að eftir sem verknaðurinn yrði meiri eftir yrði álögin eða afleiðingarnar stærri. Ég beðinn að koma með á fund. Það sem nokkrir vegagerðarmenn ætla að fara á miðilfund hjá Hafsteini Björnssyni. Það vonda við þetta þarna á þessum stað eru álög. Móðir mín segir mér það að það hefur komið á gluggann hjá henni jólin, bara aðfangadagskvöld, kona. Kynnti sig og sagðist þetta gríma og búa í Hegranesinu. Hún mörgum heimum, mætti orðað þannig, neðar heldur en að hann var í. Og þess vegna gat hann ekki tala við hann. Þannig að maður hefur oft velt því fyrir sér hvað sé raunverulega í gangi hérna, sko. Bíllinn var einfaldlega bara tekinn. Þetta mjög sérkennilegt, sko, að þetta skuli, báðar ættirnar skuli hafa lent í slysi á þessu stað og sloppið svona, sko. Eftir það þá hef ég ekki gert neitt nema að biðja leyfi. Ef þú trúir á Guð þá líður þið bara betur og það eins með álfana. Þið líður bara betur að trúa á það og verið sátt við það líka bara. Þannig að ég alveg klár á því. Það er eitthvað til sem maður veit ekki og þá alveg gott að bera virðingu fyrir því meðan maður veit ekki hvað þarna.